Og við erum komin inn í spákonuhofið á Skagaströnd og hér hún Þórdís spákona á milli okkar. Af hverju gerið þið henni svona hátt undir höfði? Þetta bara okkar kona, eins og ég segi. Þetta okkar landnámsmaður, þó hún sé nú kannski ekki skilgreind þannig. Það ekki getið hana í landnámu, en þetta fyrsti íslenski, fyrsti Skagstrendingurinn, fyrsta konan sem getið að hafi búið hér. Og við erum alltaf mjög ánægð með það að fyrsti íbúinn hafi verið kona og þess vegna gerum við henni hátt til höfuðs. Og svo eru hana 4 Íslendingasögur og þjóðsaga, svo það náttúrulega af einhverju að taka. Og við erum mjög ánægð með hana Þórdís okkar. Já, þetta fjallmyndarleg kona, en segðu mér hans, hver var hún? Hver var Þórdís? Já, við vitum að hún bjó hér á þessu svæði í seinni hluta 10. aldar. Líklega frá svona 950 til 980, rúmlega það. Nú hún ól til að mynda upp Þorvald Víðförla sem var frændi hennar og hann var nú fyrsti kristinboðins og það nú svolítið skrítið að háheiðin kona hafi alið upp fyrsta kristinboðan en það sýnir bara hvað Þórdís hefur verið góð í uppeldishlutverkinu líka. En Þórdís spákona, veistu af hverju hún hafði þetta viðurnefni? Já, hún var talin náttúrulega í vera nokkurs konar valva eða seiðkona, myndu sumir kannski segja frá þessum tíma, en allavega hún vissi hvað myndi ske næst og líka talaði hún var haldin þessu, hún gat lagt álög á menn og tekið tilbaka og hún hjálpaði mönnum sem voru að fara í bardaga og lét þá drekka eitthvað sull sem hún hafði búið til og fórum þá höndum að sagt Nú, þetta hefur náttúrulega sjálfsagt komið út frá því að hún var bara talin vera spákonur, þær voru kannski magnaðar hérna í gamla daga heldur en þær í dag, þessar spákonur. Allavega kunnum við ekki að leggja álög á menn eða brugga seið. Já, hver veit. En þið hafið á ýmsa byggja, það eru þarna hennar getið í einum 4 sögum, eins og segir. Já. Þannig að þið hafið í raun og veru eitthvað á að byggja. Heldur betur og sumir draga náttúrulega Íslendingasögurnar oft í efa, en ég segi hver hefði farið að minnast á þessa Þórdísi spákonu frá Spákonufelli í 4 Íslendingasögum ef hún hefði ekki til. Það hefði verið nóg að minnast á hana einu sinni. Nú, svo eigum við náttúrulega líka þjóðsöguna dauða hennar og gulli sem hún skildi eftir hand okkur í fjallinu og við erum enn að leita þessu gulli. Og það hefur ekki tekist, en það náttúrulega fullt af skilyrðum sem þarf að uppfylla til að það getur fundist. Já, segðu mér aðeins meira, hvaða skilyrði er það? Nú, það náttúrulega bara kona sem getur fundið þetta gull. Og ég náttúrulega mjög ánægð með það. Það náttúrulega bara lýsir innræti Þórdísar, þessari sterku kvenpersónu úr Íslendingasögunum. En þessi kona, hún má ekki tengjast kristni trú á nokkurn hátt, ekki vera skírð eða fennd, eða bera nafn Guðs eða Krists í nafni sínu. Og svo þarf hún líka að hafa verið alin upp helst á kaplamjólk til þess að hún geti fundið þetta gull og ég held að það sé nú aðal vandamálið. Við erum ekkert mikið fyrir að vera að drekka meira mjólk hér á Íslandi og held í hvergi. Þannig að, en svo var þessari sögu sko breytt það að það skipti engu máli hvort þetta væri karlmaður eða kvenmaður sem gengi bara upp á fjallið en mætti ekki líta tilbaka. Það náttúrulega mjög vinsælt í fullt af sögum. Nú ef að þessum skilyrðum fullnægt þá eiga að koma 2 hrafnar og annar með lykilinn að kistunni í nefinu og hinn á að vísa þér veginn. Og þetta hefur bara ekkert skeð ennþá, við erum ennþá að leita þessari blessaðri kistu og hrafnar, nóg af þeim nú upp í fjallinu. En þeir fljúga nú bara eitthvað út á flóan og ekki að elta á þangað. Þannig að hún þarna ennþá. Já, og sagan hana lifir og hún lifnaði náttúrulega mjög hér inn í þessu hofi sem þið reisið henni 2011 eða hvað? Já, það var náttúrulega tilgangurinn. Það var það að sögurnar hana myndi ekki gleymast. Því að, Íslendingasögurnar, þær eru svolítið margar bækur og þurfa að leita í þeim öllum til að finna eitthvað Þórdísi. Það náttúrulega svolítið langsótt. Þannig að við settum þessar sögur allar saman og hér eru sögurnar hana. Þær eru bæði hægt að rekja þær hérna með þessum refli sem hérna á veggjónum og líka þá segjum við hann á lifandi hátt. Hér förum við með og segjum söguna og hún aldrei eins. Nei, því við erum 4 sem segjum söguna og líka það að við tökum kannski
í þetta skipti þá erum við heilluð af einhverju einni og segjum meira frá því og næst einhverju annari. Þannig að breytist alltaf. Þó í grunninn séu náttúrulega svo sama. Já, þetta byrjaði smátt 2011. Hvernig hefur aðsókn verið að safninu? Heyrðu, við erum að fá svona í kringum 2000 manns á ári til okkar. En það gerir náttúrulega líka það er svolítið meira hérna inn í spákonahöfun heldur en bara sagan Þórdísi. Að sjálfsögðu, það nú kannski það sem svolítið rúsínan í pylsuendanum hérna. Já, pínulítið. Þið eruð að spá fyrir fólki. Já, hér eru líka spá fyrir fólki og kynna bara spá aðferðir fyrir fólki. Hvaða spá aðferðir kynnið þið? Við segjum náttúrulega frá öllu því helsta eins og tarotspilunum og lóalesturinn sem náttúrulega vinsælast. Því að öllum finnst svo gaman að láta aðra segja eitthvað sig sjálfa. Því það akkurat það sem gert með lóalestri. Það ekki að vera að spá beint í framtíðina, heldur segja þér hvaða galla þú hefur og hvaða kosti. Og það það sem fólki finnst voðalega gaman að heyra, eitthvað sig sjálft. Nú svo erum við með rúnir og ég náttúrulega alveg heilluð af rúnunum. Að kasta rúnum bara mitt uppáhald í dag. Nú, og eins og segir spil og venjuleg spil, tarotspil og goðafræðispil. Við erum mikið komin inn á þá línu líka. Spáið bolla líka? Við gerum það, en ég segi nú alltaf, ég ekkert voðalega hrifin af bollanum. Ég segi, stundum segir hann helling, stundum hann algjörlega lokaður og vil ekki segja manni neitt. Já. En hefur það komið fyrir að fólk hafi svo komið aftur og sagt ykkur frá því að spádómar hafi Já, heldur betur. Man har margar hringingar og stundum, og fólk að koma aftur og aftur. Já. Já. Og hérna... Og þið eru hvað, 4 að spá? Nei, við erum bara 2 sem erum að spá, en við erum svo með 2 ungar stúlkur sem erum að hjálpa okkur að segja söguna. Og ég svo ánægð með það því að þá erum við búin að byggja upp næstu kynslóð af sögumönnum. Og svo bara förum við smátt og smátt að kenna þeim að spá líka. Já, ekki. Þetta alveg stórkostlegt. En segðu mér aðeins refilinn. Þar sagan hennar sem sagt á, hvað, 20 spjöldum? Já, 20 spjöldum. Og þar svona stikla á stóru í sögunni. En hægt alveg að fylgja refninu líka og fyrir utan hvað þetta eru óbáslega fallega myndir. Þetta eftir Sigurjón Jóhannsson, myndlistamann, ættaðan frá Siglufirði og hann teiknaði og málaði þennan refil fyrir okkur og já, ég alveg ógulega hrifin á hann, bara þetta svo fallegar og bjartar myndir. En svona lokum áðurinn ég byrði nú aðeins að kíkja í lóan eða kasta fyrir mig rúnum. Finnurðu fyrir henni hérna? Ég heyri hérna hvert einasta skipti þegar ég kem í vinnuna. Þú gerir það, já. Bara líka til að fá tengingu við það að þetta verið góður og skemmtilegur dagur og ég hafi nóga orku til að segja söguna mörgu sinnum þennan daginn. Já, ég skal trúa því. Þannig að við fáum hana með okkur inn í spádómsklefan og segja okkur framtíðina. Takk þér innilega fyrir það. Jæja, eigum við ekki aðeins að kíkja í... Eigum að leggja í þetta? Í rúnina. Herðu, þú dregur þig 9. Það náttúrulega heiluð þrenning, 3x3 eru 9, þannig að þú velur þig 9 hérna, rúnir. Já. Nú segir maður sko, já, ég tek eitthvað handahófi, eitthvað, og ég leggja hvað sem Já, ég legg það bara þannig, þú leggur það bara hvað sem þú vill. Já, það svoleiðis. Bara innan hringsins. Sko, ég þannig bara að hlaupa aðeins yfir þetta. Þetta náttúrulega allt og persónulegt að vera að láta útvarpa þessu út allt, sko. En þú sérð mismunum litina hérna á dúknum. Og það gerir það verkum að við fáum miklu meira út úr rauninni rúnunum heldur en ef þetta væri bara verið að draga einu og eina rún. Því að litin hafa merkingu. Þetta vatnið og þaðan fáum við náttúrulega, hugmyndirnar okkar. Og svona, aðalega hugmyndir. Hér erum við aftur með loftið og það tengist í hversu aktív við erum, hvað við erum að gera. Það er náttúrulega best að hafa jafnvægi hér. Það er ekki gott að hugsa bara og gera aldrei neitt eða æða í að gera eitthvað og hugsa aldrei áður. Nú, þetta hér náttúrulega alveg tengt ástarlífinu og þú sér það nú gott út nú bara með 3 þar. Flesta rúnirnar eru þar. Þannig að það nú allt í blómstrar nú allt hjá þér þar. Nú, þetta aftur jörðin sem tengir okkur við bakgrunnin. Hvað við erum og tengir oft tengt bara við heimilið. Og það nú fínt
þú ert með fínan balans á þessu, enda raðar þú þeim niður. Stundum kastar fólk þeim í miðuna, þá veistu ekkert hvar það lendir. En ég ætla að taka hérna nokkrar fyrir og ég byrjaði að horfa hérna og það er gjöfin og það er náttúrulega ein besta rúni sem hægt er að fá. Það er það að gefa af sér og kunna að hérna þiggja á móti og þú færð það náttúrulega í hugmyndunum og það er nú gott að geta gefið af þeim hugmyndum sem þú færð sem að ég held að sé nú bara mjög oft mjög góðar. Þannig að þetta er náttúrulega alveg frábært. Svo með því ertu með rún sem heitir Ás og það er náttúrulega Ás sem var náttúrulega einn af mönnum Óðins og viskan er í því og viskan fylgir Ásinum og það er líka þegar það kemur með gjöfinni, þú gerir ekkert voða mikið af vitleysum held í hérna, sko, hugmyndirnar koma og þú gerir eitthvað gott við þær og þær ekkert svo vitleysar. Jæja, það er gott. Nú, svo ertu hérna bæði með sólina í hérna hvað þú gerir, þannig að sólin er náttúrulega bara eins og nafnið segir til þá er það ein besta rúnin líka. Það er bjart í kringum okkur ef við höfum sólina. Jæja. Og svo ertu með lög og lögur er það að kunna laga sig á aðstæðum. Þetta bara passar svo alveg 100% við þig. En svona eru þið að gera hvern dag yfir sumarið. Já. Og ekki láta og ekki, sko bara, það eins og þú segir, allir forvitnir svolítið sig og sitt. Já, og framtíðina. En við förum ekkert inn í það núna. Nei, ég vil ekki alveg kafa ofan í þetta hérna. Við verðum að fá eitthvað leyndamál þegar hann er búinn að slökka á vélunum eða eitthvað. Já, en ég þakka innilega fyrir þetta og gaman að fá að koma hérna í Spákonuhof. Gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir það.